Svo fáum við að heyra vígsluræðu Philadelphíu hússins og hann flytur á stöðumaðurinn Ásmundur Eiríksson. Gjörðu svo vel. En Drottinn sagði við Davíð föður minn: Verð gjörðu þú er þú ásettir þér að reisa hús í nafni mínu. Meistarinn segir við þig: Hvar er herbergið þar sem ég vil leika Þorskalands vel lærisvein mínu? Þakka þér frelsaðurinn og Drottinn. Fyrst fyrir það að þú vant í þennan heim var ástofnum Guðs föður okkar. Þess að vera vegurinn samveg frá lífi fyrir alla þá sem til þín koma, alla þá sem ákvæðan lastir, alla þá sem snúa við og hennum breyta vegi og hinna þín jóa, sem vexana þig, til þess að það móti hjálpaði þínu sem hefur afreikað okkur annað með dauða þínu og korsinum og staðfestaði upprislu þínu frá dauðu. Fyrst af öllu þökkum við þér fyrir þetta. Svo þökkum við þér í dag, Drottinn minn, að þú lofar okkur að eiga þennan dag fyrir augliti þínu. Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gert og góð minna á. Og þannig það fyrir hugskotssjónum okkar, í reynslu okkar, Herra, í vorgar okkar og takklæti til þín á þessari stundu. Það takk fyrir allt ykkur frelsari vor, sem gafst okkur nátt að vilja halda áfram og markmiðin sem hefur gert fyrir þína óendanlegu hjálp og nátt sem opinberast augum okkar allra í dag. Takka þér frelsari minni og taka mótið þakklæti okkar allra sem safnar, vina og drottningur allar sem þekkjum þitt nafn. Amen. En Drottinn sagði í Davíð föður minn: Vel gjörðu þú að þú ásettir þér að reisa hús í nafni mínu. Það er fullvaxinn sonur sem segir þessi orð og minnist með orðunum föður síns er dáið. Það er gott þegar fulltíðarsonur minnist föður síns á þennan veg og heilsar börnum, sonum og dætrum sem minnast þann veg sinna foreldra eins og hér segir. Og hér er enginn venjulegur maður á ferð, ekki meðalmaður, það er maður sem ber höfuð og herðar yfir allra líf, að visku, að þekkingu og líklega glæsileg líka. Það segir ritningin hann. En þegar hann stendur á þeim stóra degi, frammi fyrir því að vilja Drottni, það mikla húsum hefur verið talað til mesta Guðshúsum nokkru sinni hefur verið byggt algóðum Guði á hægðum uppi. Takið eftir því, hvers minnist hann? Hann minnist þess að Guð sem að húsið skal byggt. Hann hafði birst föður sínum og talað við hann þessum orðum sem ég las. En Drottinn sagði við Davíð föður minn: Vel gjörðu þú að þú ásettir þér að reisa hús í nafni mínu. Við veitum í aðtöku þegar við lesum vígslu ræðin sem hann flytt við þetta tækifæri Sálmon konungur. Hann vitnar æ ofan í æ í þessum faðir hans hafi sagt honum frá þekkingu hans á Guði, frá því hvernig Guð opinberaðist honum, hvernig faðirinn braut æ ofan í æ glað í reynslu sinni við opinber, nýja opinber frá lifanda Guði. Og svo segir hér, eins og ég las áðan, og má bæta þessu við, þar sem hann segir þetta þá minningu sem hann átti föður sinn. Drottinn Guð Ísraels, enginn Guð sem þú á himni eða jörðu, þú sem heldur sáttmálann og miskun semina að þjóna þína, á að ganga fyrir augliti þínu af öllu hjarta sínu. Þú hefur haldið það við þjón þinn Davíð föður minn, en þú hélt honum og talaði það með munni þínum og efndir það með hendi þinni eins og nú fram komið. Þannig hægt að fara í gegnum þessa kafla
sem lúta að því að lýsa víslu hins mikla Guðshús. Hann hverfur æ ofan í æ til þeirra staðreyndar Guð birtist föður mínum Davíð. Og þetta Guðs gildi og hið besti heimanafur sem nokkur sonur tekur með sig út í lífið, að hann veit og hefur þekkingu af því að faðirinn, kannski móðurinn líka, gegnir Guði. Ritningi hefur líka mörg orð það, hvernig Davíð var Guði velþóknanlegur, hvernig hann leitaði hans og vildi á vegum hans ganga og Guð staðfesti þetta stöðuglega í lífi föðurins. Það segir hér fyrir Jeremías spámann með þessum orðum sem ég les 26, 23, 23. Þá Guð aðeins í nánd? Ég þá aðeins Guð í nánd, segir Drottinn, og ekki Guð í fjarlægð. Þessi orð spanna jafnt nútíð og framtíð í rúmi og tíma. Og hér segir Guð sjálfur minn spáma síns, ég þá aðeins Guð í nánd en ekki Guð í fjarlægð. Það getur glatt okkur í dag að vera fullviss það úrfélagur velþóknanlegt Guði einu sinni fyrir öldum og þúsundum árum síðan að maður vaknaði upp fyrir þeirri staðreynd að Guð hefði talað til hans að hann skulle reisa nafnið hans hús og svo framkvæmdi hann þetta og Guð lýsti velþókni sinni yfir framkvæmdinni, yfir byggingunni, yfir vígslunni. Guð ekki sá Guð að niðrist, hann sjálfur hann. Nei, hann sami aldir alda eilíf. Og það sem var honum velþóknanlegt á dögum Davíðs, það líka velþóknanlegt á dögum okkar og verður svo ókomna framtíð, svo fremi að við höfum sama hjartalag sem Davíð átti vopningu fyrir Guðs nafni, tilbeiðslu þörf fyrir hans nafni og vildu finna hans hjörð og ganga á hans vegum. Þess vegna, vinir mínir, leyfið mér á þessari stundum að bera þessa kveðju fram eins og skilaboð frá þeim Drottni hverjum þetta hús byggt. Og ég segi við þig, hinn algenga meðlim í þessum söfnuði sem hefur lagt fram krafta þína, fórnir þínar á stundum að við getum náð þessu makti sem náð Ég endur til orðum og segi, þú gerður vel, þú ásettist hér að byggja reisa hús nafni mínu, segir Drottinn. Það til hins ónefnda meðlims, til ónefndu systur í þessum söfnuði sem styrkti stöðulega með reglubundnum fórnum, hann sjóð sem stóð á bakvið og stendur á bakvið þessa framkvæmd sem við sjáum nú hafa náð sínum fullkomleika hér í dag. Það til ekkjunar gamalmennisins þessi orðsögn, skólapissins og skólastúlkunar, líka til hans sem skrifaði stóra pjakkan og ég gleym ekki góðvinum okkar sem ekki í þessum söfnum en standa fyrir utan okkur en trú á samar Guð og vil hafa mætt honum sem lifandi frelsara sínum, lifandi raunveruleika eins og Davíð gerði sem fékk þessa yfirlýsingar sínum frá Guði að hann gerði vel þegar hann ásetti sér að reisa hús nafni Drottins. Og hún til ótal þessi orð, hún til ótal margra annara. Ég sendi ykkur öllum saman persónulega og ykkur líka í heild þessi blessuðu dásamlegu orðadag sem sögðu við Davíð Drottni sjálfur. En Drottinn sagði við Davíð föður minn, velgjörður þú ef þú ásettir þér að reisa hús nafni mínu. Takið við þessum orðum á þessari stundu frá þessum stað, eins og væri Drottinn sjálfur sem hefði talað við ykkur og það gerir hann í gegnum þetta orð sem við hér hefur lesið. Ég vildi líka þessari stundu minnast margra annara, þeirra sem hafa unnið að verkinu, framkvæmdu þess, fagmannanum öllum en það ekki mögulegt að minnast þeirra allra með nöfnum.
Þess vegna dreg ég það saman og minnist með þakklæti arkitektsins af húsinu sem var að Þór Sandholt og sömuleiðis þeim unga efnilega arkitekt sem var arkitekt af innbyggingunni sem Gunnar Þorsteinsson. Nei, Þorsteinn Gunnarsson, það var Þorsteinn Gunnarsson. Hafið þeir og allir hinir, fagmennir á öllum skrifum, hafið allir hjartans þögn mína persónulega og hjartans þögn safnaðarins, Víðidalvík safnaðarins. Og svo allir saman sem hafa að einhverju leyti komið gerði sögu, ég býð Drottinn að blessa ykkur alla saman og öll sömun og okkur fyrir auðvitað fyrir í dag. Ég las líka orð frá Lúkasar guðspjalli svo hljóðandi. Meistarinn, Jesús segir, meistarinn segir við þig, hvar herbergið þar sem ég megi neyta páskalamms eftir lærisveini mínum. Á öðrum stað bætt við áður í líf. Ef ég mætti eiga mér ósk á þessum heilla degi sem svo mikið fyrir mér að standa hér við þessar kringumstæður framfyrir þessu fólksfjölda í þessu húsi. Ef ég ætti mér ósk þá vildi ég að hljóðan hennar var eitthvað á þessa leið. Ég vildi að þetta hús, þessi salur sem við nú dveljum í, hann mætti verða það sem segir í dæmisögunni í Mattheusar guðspjalli 13. kaflanum netið sem var fleitt í sjóinn og fylltist af fiski af öllum tegundum. Það mín innilegasta, dýrsta ósk í dag að það mætti verða. Ég vildi að þetta hús mætti verða báturinn sem var við ströndina, laus og frelsarinn sjálfur gekk út til tala til fólksfjöldans sem var á ströndinni. Ég vildi að þetta hús yrði sá litli bátur, sá höndunar bátur og almáttugur hönd Guðs í náð, sem var útréttað því aldrei nokkru sinni á mannlegri strönd tímans. Og eins margir friðlausir staðir og spurt veg, spurt ljós, spurt sannleika, spurt hjálpræði. Aldrei nokkru sinni hafa eins margir heim allan verið stríðvana í heimi þessu. Þess vegna ber ég þessu ósk fram við fullri lotningu og allt gefur lotningu og þakklæti til frelsara míns og það mætti svo verða. Og í þriðja lagi, ég vildi að slagurinn okkar. Þá er ég fyrst og fremst til Víðidalvík safnaðarins. Ég vildi að mætti verða herbergi til frelsarans sjálfur. Spilum. Það verður íhugunarverk að bæði komu frelsarans í þennan heim og burt för hans af þessum heimi. Að finna þess stað í heimum orði Guðs, hann biður í báðum kringumstæðunum herbergi. Hann bað herbergi eða forsvarsmenn hans, foreldrarnir, þar segja móðurinn og fósturfaðirinn sem myndi verða, þau báðum herbergi fyrir Guðs son þegar var að koma. En það byrjuði gerla, hann fékk ekki þetta herbergi sem hann bað nema ef við segjum með öðrum orðum, þegar mennir lokuðu herberginu sem hann bað og opnaði, ég segi lambið. Það hafði sína sögur gegnum aldirnar frá því að menn syngu í þessum heimi lambið, hvílík saga, hvílíkur þáttur er það sem Guðs lambið. Á gegnum allar aldirnar hanga þeim Guðs lambið í fylging tíma sér raunverulega, Guðs lamb kom og virti. Það var því ekki undarlegt í mínum augum að þegar mennirnir lokuðu dyrunum þá var það lambið, já lambhúsið út í haganum eða í jaðri borgarinnar þar sem hann fæddist, það opnaði húsið í honum. Guð gef okkur lærdóm af þessu. Og svo þegar hann að fara út af
sama heimi sem hann kom inn í fyrir rúmum 30 árum, þá var segja, ábyrður hann aftur herbyggja og segir þessu orð sem ég las hér. Meistarinn segir við þig, hvar herbergið þar sem ég megi neita páskalamsins með lærisveinum mínum árum líf? Spurningin persónuleg, það stendur greinilega eins og ég las. Meistarinn segir við þig, hann segir við mig, hann segir við þig. Fyrir rúmum 10 árum liðnum, það var lítill hópur karla og kvenna sem heyrðu þessa spurningu við sig tala þannig að við skildum það öllu sömum að við gáðum ekki lengur fyrir mig. Samkomur okkar starf Guðs sem fórum þar á Hverfisgötu 44, við fundum það var eitthvað sem þrýst á, eitthvað sem gáði bendingar og við báðum yfir þessu og það getur allt saman farið sem við fundum, skynjuðum, báðum vændum og óskum okkur, það getur allt saman farið til þessari spurningu. Meistarinn segir við þig, hvar herbergið þar sem ég megi neita páskalamsins með lærisveinum mínum? Ég minnist þess, það vil ég segja á þessari stundu, að þegar ég var að byrja langvarandi yfir þessu, þá fékk ég 2 sýnir. Ritningin talar spámanlega sýnir, þegar það líkur talsýnir. Hún talar spámanlega drauma, en líka falsdrauma. Ég sá í annarskipti sem ég var í bæn fyrir þessu, það virtist ómögulegt að fá lóð, en við gengum inn fyrir auglið Guðs með þetta, og eitt skipti þegar ég var að byrja þá sá ég eld, bjartan eld, spinna sig upp frá einum stað hér í Reykjavík og mér undraði það hvað þetta hafði að þýða. Vatn mér ekki að finna í það sinnið, en ég eldur á allir bjartur, engin reykur frá honum, hann spann sig bara upp og nálgast himinn frá vissum stað á jörðinni. Það líður langur tími og þá er ég enn á bæn fyrir hinu sama, þá sé ég aðra sýn á sama stað. Þá er það ekki eldur sem spinnur sig upp, heldur regnskúr sem fellur eins og þétt regn, best og mest getur verið á vordegi í góðundum á grænan jörðina sem fjall niður á. Nú var þetta í annað skipti, sitt mig hvor í móti sem ég frétti þessar sýnir, en ég sá það báðar mjög greinilega og merkti við hvað þetta í Reykjavík. Út frá þessum forsendum fórum við af stað til bróður Eiríksson sem nú er heima á Drottni og var samstarfsmaður minn hér og ég hans á því tímabili í Sálum frá til Þórifögga og við skildum og svo við skildum sækja lóð á þessum stað og það gerðum við. Þetta kom fyrir bæjarstjórnina, hún hafnaði ósk okkar. Ég var undrandi, ef þetta væri falsk sýnir Þórifögga þegar maður með allt hjarta sitt, allt í einni viljavitun Drottinn, þeir myndu mér Drottinn, hjálpaðu mér, þá skiljuðu það ekki vinir mínir að sá sér leiktur á. Svo þetta er best í tal seinna við Þór Sandholt sem þá var af einhverju leitinni sem réði skipulagningu fyrir bæjarstjórnarnir hann. Ég sagði við hann einn dag á skrifstofu hjá honum, við höfum sótt lóð á þessum stað við Hamrarengi okkur líka, en þeir hafa reyndar neitað okkur. Og svo sagði ég þessu orð hans að hugsaðu, en hvernig sem það er, og þó við séum búin að neita sinn eigin undirskrift, þá trúi ég því allt fyrir það að þessi lóð sé okkur aftur. Þá segir hann, og þar kemur hann sem hýra fram í byggingu Salómons musterisins. Hann hjálpaði Salómon til að byggja það vitum við Írisjón og að þessu leitinni kom þessi maður sem þekkt okkur ekki neitt, Þór Sandholt okkar til hjálpar hans að vita Hann sagði nú öðvöldvísum, þá ástum ég þá skrattu bara sætjum lóðuna undir eins aftur. Orðið kom til mín eins og á Guði sem, ég gekk heim, settist niður og skrifaði
til bæjarstjórnarinnar og óskaði að sæsir fæstaláttur fásulóku. Fréttaði seinna að borgarstjórinn Tafvarkun og Tórusen hefði beitt sér mjög fyrir því á fundinum að við fengjum þessa lóð og hann vann málið fyrir okkar hönd, hringdi til mér 15 loknum persónulega, við höfum engan kunnulega haft saman og sagði að við okkur væri veitt lóðin á þessum stað fyrir spjóðum farið á fangana. Þannig reyndist þetta sem opinberum Guðs. Hér húsið reist, hér hefur það verið byggt og eins og ég sagði líka áðan. Hver einasta sýn sem að Guði eða draumur sem að Guð gefinn Guðs mann eða Guðs fólki gegnum allar aldir, þetta er reynd, það gengur gegnum deiluna, gegnum eldinn eins og allt Guðs verk. Og ég þakka Guði fyrir að hengur að reyna það, býr eftir þessu, en hér hafði Guð séð fyrir þessu og hér sönnunin í dag að þetta var þá lifandi Guði til okkar sem báðum hann. Örlítið atvik. Við vorum enda hérna við lóðina og leggja seinustu handtökin á það einn morgun. Það var einn þessi morgun sem var ekki regn, bjart veður, sólskin. Þá verðum við litið alveg á þennan blett sem ég harði á sýninni. Hvað er því sjáið? Ég sé reyk komum úr grænum græsvísi sem sáum fyrir meir en 10 árum og spinnir svo upp. Ég segi reykinn er gert. Ég sá í fyrra sinni án reyk. Nú sá ég reyk án eld. Ég sagði það við herrins fylgjöfnum sem hérna frattan mig. Sjáðu það sem ég sé og bendi þangað. Ég sagði hann fyrst en svo glögst hann sig á því að hann sá í reyk. Einhver hefur kastað eldspýtu þarna eða sígarettustundu, það veit ég ekki hvort var, en ég geng þangað íhuga þetta. Hjarta mitt var gagn tekið til almátturs Guðs og hins góða frelsara á þennan einfalda haft, mannlega haft. Já, þennan í gegnum þetta sem getur allstað hendur Reykjavík og hendur allstað með Reykjavík. Einhver hafði gengið hann varpa frá sér eldspýtur og hann kveikt í grasnum stund til þess að minna lítinn mann sem óendanlega glær í dag, sem fyrir 10 árum átti sitt stríð, erfiðleika, krengingu, bænastríð dag eftir dag og fram á næturina. Drottinn sýndi mér lóðina sem ætla fyrir okkar hús. Við viljum ekki byggja hús annað en það sem þú bendir á. Fyrir 10 árum bendir það á með 200 sönnur sem hefur ræst í dag og svo þegar gefa það síðasta handraði á lóðina hérna kring. Aðrir gjörðu skrift eftir þessu. Þá gera hann svona einfalt. Sjáðu ástundur. Þetta stígur reykur á sama staðnum og sama græna grasinu sem ennur kring hérna og það er takt til því. Húsið er reist á Guðs lóðsmann gaf og blessast þess heilaga nafn það fyrir. En nú segi ég, leið og huglið þetta, húsið er ekkert aðalatriði. Fyrst aðalatriði og drottinn Jesús, hann bað og spurði herbergið, vegna herbergisins ekki vegna húsið. Hann spurði hann hefur spurði hann spyr í dag, hann spyr alla framtíð svo lengi sem Guðsríki var flutt og jörðu hér. Hann spyr húsið vegna vatnið sitt. Hann spyr húsið vegna þess að það á eitthvað að vera inn í húsinu, eitthvað að vera fram í húsinu. Og hér þegar frelsarinn á síðustu stund sinni hér á jörðu spyr þetta, þá vægir myndi koma húsinu. Enda því sé að lýsa hann á dásamlega eins og hér segir. Og hann mun sýna yfir rossa mikinn búinn hægindum gjörðu það fyrirbúnar. Fyrirgefið. Það er með lotningu sem ég segi þetta. Eftir þessi það er búinn hægindum. Það finnst mér, ég ekki að vera. Þeir enn auðvar með þetta sem Guð hefur gefið okkur til að sitja í sætunum hérna. Þá er hann nákvæmlega eins og hérna drottinn spurði herbergin. Meistarinn segir við þig, hvar er herbergin, hvað sem megi vera.
Það engin meining í því að halda Drottinn vilji að við eigum að finna bestið okkur sem Guðs fólk og sann kristnir menn einhverju ákaflega lifandi á húsakynnu. Fyrir nokkrum árum síðan talið góðan og sterkan forstöðumann Pétursson safnaðan í Svíþjóð og hann var að sýna með salinn með tilliti til þess sem ég var með í huga. Og ég segi við hann svona að plötuna þegar það var að sýna með sálarkynning var þetta ekki nokkuð dýst, var þetta ekki nokkuð miklu fórnar í þessu efni til þess að fá sambúð svona. Þá standa hann í spori og segir gerundu trúna. Bróðir ástundur, við lifum þá tíma hérna að það þýðir ekki fyrir okkur sem kristið fólk að bjóða heiminn sem upptekið og uppfyllar öllu öðru heldur hann bjóða samsvarandi við þessum heiminn býður sínum ábyrgðum. Ég sagði ekkert en aldrei datt mér það í hug þá að við myndum fá ekki síður blessaðan, fallegan og góðan sal eins og þessi maður hafði býður náttúrulega að sjá rísa hafa grunni. En ég kem aftur að þessu dásamlega til hversu fólk fékk frelsarinn herbergi. Taktu nú eftir, ég skal segja það eitthvað. Og hafi ég nokkru sinni orðið forvitið að draugur, þá hefði ég viljað fara að þessum dyrum og ef ég hefði mátt koma inn, hlusta á það sem hann talaði þessar kvöldum sem hann hafði fengið herbergi sem hann baður. Textinn nefnilega gefinn í þessum orðum sem hann lagði út frá með lærisveina sína allra síðasta kvöld hans hér á jörðu. Það liggur textinn í þessum orðum. Meistarinn segir við þig hvar herbergið, þar sem ég megi neita páskar landsins með lærisveina mínum árið líf. Altså, textinn páskalandsins. Verði þetta hús ekki hús sem leggst að þess einar texta fyrst og fremst. Páskalambið, Guðslambið sem hefur dáð fyrir allan heiminn. Allt mannkyn og öllum löndum. Verði þetta efnið það í þessum sal frá þessum ræðustól. Þá var ég ekki byrjað í langlífi. En með tilliti til þess að ég trúi því okkur fagnist þá trúnaður til Drottins okkar sem hefur þessu mikla hluti fyrir okkur og trúleika við Guðs orð. Þá trúi ég því að ég megi byggja þessu húsi langlífi vegna þess að hér verður kjarninn í boðskapnum. Guðs landi sem var synd heimsins. Guðs landi sem var synd heimsins. Það er kjarninn. Það er kjarninn. Og það er þetta undarlegt að Drottinn Jesús, hann valdi þennan texta síðasta ævikvöldsins á jörðu. Hvað veitum ég athygli hvað hann gerir þegar hann kemur og hefur sigrað myrkrana vald í eyðimörkinni. Hvert leitar frelsarinn þá? Hann leitar þangað þar sem Jóhannes skýrari er að predika Guðs landi. Hvað segir þetta okkur? Það segir okkur að Guð himinsins sem gaf okkur Guðs landið, sonur sem kom í heiminn sem Guðs landið. Það er eins og yndislegur þjónurður og yndislegur söngur í eyrum hans. Þegar þjónarnir, já þegar þjónarnir og Guðs fólki syngur og talar Guðs landið. Þess vegna komið til Jóhannesar, þar við Jórdan og veit í athygli, beint í þessu sambandi þá segir svo. Daginn eftir var frelsarinn aftur á komu. Viltu lýsa þeim deginum eftir sem við heilbrað Guðs landið, þar sem við lykt í Jesú Kristi. Daginn eftir er Jesús aftur. Þetta er svo ljúft og dásamlegt fyrir Drottinn okkar að heyra. Að sá heimur, það fólk sem hefur fengið það afskriðað frá lifandi Guði, sjálfan Guðs hér í tíma. Hann heitir okkur með það. Að við þorum að tala það, að við viljum syngja það. Þann dag sem þetta hljómar sterkast hjá okkur. Guðdómurinn verður hjá okkur daginn. Syndin verður víkja. Þetta er dásamlega. Ég trúi því að til öll sem eru kristin hafi tekið eftir því sem Guðskapið segja frá. Það kemur aðeins einu sinni fyrir í öllum Guðskapunum. Fyrst að því segir
Við þekkjum hvernig Guðsmennir segja frá því hvernig Drottinn, frelsarinn og uppgöfðarinn lyfti trú lærisveinanna á allan hugsanlegan máta þegar kom til freisting og ræðileika. En, það er eftir. Við finnum einu sinni að koma fyrir Guðspjallanum. Hann geymir fram fyrir að segja, býður um að yfirgefa sig alla. Viljið þið fara fram með þeirra. Og hver er ástæðan fyrir að gerist aðeins einu sinni þetta undur, hann sem elskar út fyrir öll takmark. Sá sem huggar og uppgöfvar sína á lærisveina. Hann skulle snúa sér við einar kringumstæður lærisveina sína. Viljið þið fara líka? Líka hvað segir það, þá er það margir farnir frá honum. Og syngdu hjartans, þetta segir Jóhannes 6 með þessum orðum. Og ástæðan að svona kemur fyrir þessi orð frelsarans. Sá sem étur hald mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég mun vekja hann á efsta degi. Og ég mun uppvísa hann á efsta degi. Því að hald mitt er senn fæða og blóð mitt er senn drykkur. Svo segir, margir af lærisveinum hans sem hlýta á sögðu þá. Hörður þessi ræða hver getur hlýtt á hana. Og svo er ég góður hann, þá snýr frelsarinn sig að lærisveinum sínum og segir, viljið þið fara líka? Sjáðu leyndardóminn, hann er þessi, viljið þið lærisveinar mínir, ekki taka þetta sem aðalefnið í boðskap ykkar út heiminn, að ég er dáinn fyrir vankinn, sá sem neytir mín hefur eilíft líf, ég étur mér svo segir, og sá sem ekki gerir það hefur þið gagnsæla. Þetta var búið að fara og það segir öllum lærisveinum og öllum löndum sömu útlegginguna. Verið þetta brennigjöfin í öllum boðskap, Guð gaf okkur Guðs landið, til fyrirgefningar og hreinsuna, til alls möguleika gagnvart eilífðinni. Þá er betra í yfirgefinni. Og strax. Ef þú hefur aðútleggingu á þessu orð en ég, segir hún að það voru með heila. Sæluðu Drottinn Jesús Kristur í 12. kafla Jónas Guðspjalls þessi orð. Degi sem kveikju kornið verður einsamast en degi það verða mikil áar. Það er nokkuð góð á ef maður sem er almenningur kornrækt á landi sagði við börnin sín, nemur, etið og neytið. Kveikjukornana sem sprett á akrin mínum þeir líka með það. Nei, það var engin góð á. Hver afhverjum veit að í hverju einasta kveikjukorn sem Drottinn hefur sem dæmi á hans líf sem er komið að deyja. Hann hefur tvent í hverju einasta kveikjukorni. Hann hefur vökvann eða saman í korninu og líka hinn harða skerinn í korninu. Safinn getur svarað Drottins Jesú, við líka með hann og hinn harða kornið hann. Þetta sagði hann að hvoru tveggja þyrftum að tileinka okkur, taka inn til okkar og þegar við gerðum það. Sæli mann deyja fyrir okkur, þá hefðum við eilíft líf en annars ekki. Drottinn hjálpi okkur að skilja þetta svona vill hann tala. Þegar María fékk heimsókn engilsins og engilinn sagði við hana þetta undra merkileg orð sem hljóðar svona í 1. kaflanum í Lúkasar Guðspjalli. Þá segir engillinn við hana og engillinn svarar sagði við hana, heilagur andi minn koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskipta þig. Fyrir því við það sem fælist og er kallað heilagsmannur Guðs. Og sjá, Elísabet frændkona þín í elli sinni hún einnig orðið þungað syni og þetta er 6. mánuður hennar, hún sem kölluð og óbyrja. Því að ekkert orð frá Guði minn verða ómáttur. En svo segir það María sagði. En María sagði, sjá ég er andlát Drottins verði mér eftir orðum þínu. Og engillinn fór upp. Hvað gerist þarna? Leið og María trúir hinu ómögulega fyrir orð Guðs
leið og við trúum orðinu að Guðs lambið okkur gefið og sá sem tekur það sem frelsisatriði fyrir sorghjálp sína til eilífs lífs. Hvað gerist? Sama hjá Maríu, hún trúði hinu ómögulega, einfalda tók og það gerðist líf og minna með henni sem var átti áður af neistmanns völdum og svo gerist þetta líka í hjarta mín og þínu þegar þú tekur trú á þetta ómögulega að blóði Jesú reis á allri synd vöknust eilíft líf, en kviknar líf, eilíft líf. Og Guðs andi kemur vitnisspurður Guðs vald og kviknar með þínum anda mér Guðs orð. Þetta saman grein sem ég sagði. Það sést á heilaritningu að stórkostlegt hefur gerst heima á himnum, heima í eilífðinni. Ákveðinn frelsarinn kom til þessari jarðar áður en við vorum fædd. Við höfum þakkt það heilt, en við spenntum stundum í hug. Ég kannski á gangi í Austurstræti. Múrinn kemur á móti mér og múrinn kemur aftan að mér og fer fram hjá mér á báða vegu. Ég vil veitti athygli sem ég segi núna. Þú heyrir setningu sögð af óþekktum manni. Þegar setningin sögð, grennist hún í hjarta þitt. Hvers vegna? Vegna þess að setningin var athyglisverð. Hún skildi ekki við þig. Og en það næst sem þú finnur fyrir, ég vildi ég hefði sagt heilt og vita hvað á undan var gengið. Í spurningu eða tali á en þessi setning kom fram í samtali þessar tveggja manna sem gengið hjá mér. Eða tungumyndir okkar mætti þess að heila áframhaldi. Það svona setning einn sem ég ætla að fletta upp úr byltingunni sem varpar ljós yfir mína hugsun. Við finnum hann í Hebreabréfinu með þessum orðum 10. kaflanum, þar sem segir eins og hún fór samtalið frá fólk fram heima á himnum áður fyrri. Það segir svona: Sonurinn talar í samtalið, okkur gerir setningin, tíminn rennur fram, þú settur inn í tímanna ráð þar sem setningin skilst í heimi þessum. En þú sjálf lítið upphafinu og harfa lífi líka því sem við eftir það séum. Það segir svona: Fórn og gáfu hefur nú ekki viljað, en líka mig hefur búið mér. Brennifórnar og syndafórnir gerjust þér ekki. Þá sagði ég: Sjá, ég kominn. Hver? Jesús Guðsson. Sjá, ég kominn í óbrotnum heilaðinu til að gjöra vilja þinn Guð. Lengur það skrifa. Þetta setningin sem hefur mætt okkur öllum. Aftur spurningin: hvað gerðist áður í himninum? Hvað gerist eftir að smörjum frá að jarðarna heim aftur? Það er djúp vísdóm, allt saman. En við þurfum ekki að skilja þetta allt saman. Við vitum hann sem aldrei laug, hann kom í þennan heim til að deyja sem Guðs lambið fyrir syndir allra manna og mína persónulegu synd. Og ég persónulegur frelsaður með öllum hinum sem frelsaður eru fyrir lifandi trú á Guðs lambið. Mér sagt að þeir sem getur vita að mennum hafa gengið harla erfiðlega að skilja frumeinda fræðina eða frumeinda vísindi og svo alveg hnykkti mér við þegar ég sá ekki fyrir 19 löngu síðan að á bakvið þann heim, frumeinda heiminn, sé að opna fyrir vísindunum í dag annar heimur sem heitir öreinda heimurinn. Þá lét ég bókin aftur og var undandi. Í frumeinda heiminn eru hlutinni svo smáður ekkert mannlegt auga að sjá það. Það bestu stækkunar þess að reyna allir hlutur og þetta hlutur. En á bakvið þennan heim, segja vísindin í dag, annar heimur sem ennþá stórkostlegri, öreinda heimurinn. Barn fætt í jöklu. Hvað er það? Handfæla maður dáinn á krossi. Hvað er það? Ég sýnir við heimur og hlutkenndi heimur fyrir upp á smábarnum sem ekkert mannlega hefur séð. Og það var óbyrni undrunarinn út frá því, nýðrófið. Þá segi ég,
Guð almáttugur bak við allt saman. Þá segi ég þakka fyrir barnið í jötunni. Þakka fyrir harmfæla manninn á krossinu. Þar lagði Guð niður í. Hjálpaðu ykkur einasta mann allra byggðar heimsins til þess að við sem vitum að við erum umkringd af heim og hlutum sem rakum upp Guður og svo litla. Skyldu við Guð byggja hinn andlæga heim og frá þessu litla sem mönnum tekst og sá ekki skjást stað. Sá minn trúur og sæl. Þess vegna þakka ég Guði fyrir Golgata. Þar veit ég að drottinn og frelstari hann dó fyrir mig. Þar veit ég að hann var slæður til þess að ég mætti heilverða. Þar var hann fordæmdur til þess að ég var forlíkur. Með öðrum orðum, hann tekur og býður herbergið seinasta kvöld síðasta dags síns hér á jörðu til að leggja út þýðingu Guðs lands fyrir sínum lærisveinum. Þetta vill hann gera ætíð ofan í að og við skulum halda okkur við þetta efni. Drottinn hjálp okkur til þess að vextama hans nafn. Hann sagði sjálfur þegar þjónustu hans fólksum hafðist við 12 stundir í deginu. Hann sá endur sinna ævi sem á jörðu, varaði sig, tók í gátt allar hluti þar útandi sem frelstari mannanna. Það líka 12 stundir í deginu fyrir mig og fyrir þig. Við skulum glögg okkur á því að frelstari þurfti herbergi, svo þarf sálminn líka herbergi. Og hann afreikar okkur það því þegar Davíð kom fram torfum sem textinn hljóðaði annars að reisa drottni hús, þá var Natan sendur leið til Davíðs við boðin á móti húsum, tókst þennan ásetning að reisa hús, því að ég ætla að reisa hér hús sem aldrei á grunngangum aldrei. Ég það hús, Apostlen segir Korinthbréfinu 5. kafla. Þegar hann talar endir síns lífs, en þá ekki húsi á Guði þegar hann horfir fram á förleika líkamlega síns. Ég vil horfa fram bjarta framtíð. Þegar mitt líkamlega hús hrynur og fellur, þá vil ég eiga hús heim hjá Drottni og það á ég í Jesú Kristi. Og ætti Drottinn gefa okkur öllum sem að ná til að trú föst og trú í þessu orði Guðs. Guð send okkur sinn skóm sem Guðs lambið vel til alls heimsins. Með þessum orðum býð ég þennan sal. Og hvernig eins og ég sagt, að hér mætti sá texti koma og í fram Guðs land, þýðing og gildi þess, hjálpaðisveður, viðurinn og trú og að mannsárin snúi sig til lifandi Guðssonar hér í heimi. Viljið gefa svo ríku sætluta. Svo komst þennan heim til að gefa okkur eigið líf í sjálfum þér. Þú ert lífið þitt eilífa, enginn kemur til föðurins nema fyrir þig. Og þakkaðu fyrir henni einfalda sannleika Drottinn minn. Nú bið ég þig, Herra, að þú sem spurðir okkur fyrir 10 árum. Hvar herbergið? Þessum meginn neyð og páskamannsins með lærisveinum þínum. Þeir heyrðu þetta og þakkaðu fyrir og lögstu eigum okkar. Þakkaðu fyrir og bendir okkur þessar lóð og gafst okkur þessar lóð. Þakkaðu fyrir öll áriði sem vorum að byggja þetta og þakkaðu fyrir þjóðina líka fyrir það sama. Fengum að skynja að hafa ráðsóknir tímingu líka. Fengum betri tækni, betri hluti og betra allt í þetta hús sem þér skal helga, þér skal hvíta Drottinn minn. Við tagum alla saman. Í dag stöndum við þakklátt fram fyrir þér og þú sem spurðir, hvar herbergið? Við svörum því í dag, háur og smáur. Lærisveinar þínir, menn þínir, Drottinn minn. Hér herbergið sem spurður. Gakk inn í það, elskaðu það nærmur þinni. Legðu til að blessa það boðskapið þinn sem innskóna.
Guðslandi, bar synd alls heilsum. Ó, Drottinn heyrðu bæn mína, og ég segi aftur, ég bið lang lífi fyrir frið. Ef þetta starf sem hér verður framkvæmt nema því aðeins að þú verðir miðpunkturinn, Drottinn og frelsari, nema þú heldur við húsherra, við nærvörðu fyrir orðið, voðun orðsins. Ó, Herra, hér húsið, hér herbergið gakk inn í þarmi þinni blessun og blessaðu alla sem glöggur frá þessum degi til þess að vera með okkur í þessari samvinnu, gleði og fagna okkar í dag. Blessaðu alla þína kristni í Reykjavík á landi þessu allan heim. Blessaðu heimsbyggðin með boðskapinn sem valdir sjálfur áður og yfir